daginn, komið þið sæl. Takk fyrir að mæta hingað í dag. Þetta alveg hápunktur ársins fyrir okkur hjá Landvernd að fá ykkur öll í sama stofu á sama tíma og við bara búin að hlakka til dagsins í dag í langan tíma. Og það sérstaka þakkir fyrir þau sem komu langar leiðir til að mæta stundvíslega snemma í morgun. Það búið að vera algjör heiður fyrir mig að kynnast öllum skólunum og sjá í gegnum að leysa Katrínu af sem sagt. Ég verkefnisstjórinn á meðan hún í Lundi. En að sjá ykkur og krakkana, skólastarfið, skólasamfélögin, þá fæ ég innblástur af ykkur og ég sé hvað við búum yfir mikil hugmyndaríki og getu til að skapa sjálfbær skólasamfélag. Og það greinilegt að það að skila sér til nemendana. Þegar ég hitti þau í úttektum, þau alveg vön af því að fullorðið fólk hlusti á þau, algjörlega óhrætt og ófeimin til að tjá sig og eiginlega segja manni svolítið hlutina. Og það þið sem veitið þeim tækifæri og öryggi til þess. Nú í doktorsnámi mínu og sem starfsmaður skóla á Gretni Grein síðustu 2 ár hef ég verið að fylgjast með þróunina menntunar til sjálfbærrar þróunar og séð það breyta úr jaðarhreyfingu í að vera lykilhluti menntastefnunnar Sameinuðu þjóðanna og í aðalnámskrá Íslands. En hvernig hefur sjálfbærni menntun breyst yfir árin? Leið og hún hefur orðið algengari, meira mainstream, sem við sjáum líka svolítið í orðræðunni í samfélaginu, hefur hún líka breyst kennslufræðilega. Það pirrandi hljóð, það ekki? Það bara þegar ég tala? Hún hefur breyst kennslufræðilega úr því að leggja áherslu á hegðunarbreytingu sem kennarinn stýrir í þetta stórt hugtak getu til aðgerða, þar sem kennarinn leiðbeinir nemendur í könnunar- og aðgerðarferli, þar sem nemendur hafa mikið að segja hvað og hvernig þau læra og gera. Og það alls ekki að segja skýr skilaboð verndaraðgerðir eins og að flokka og spara vatn og rafmagn sé úrelt, heldur til að sýna svolítið hvernig umhverfismennt hefur stækkað í sjálfbærni menntun með áherslu á samfélagshliðinni og virkni og áhrif nemenda og það heldur áfram að þróa og stækka. Og svo það virðist vera jákvæð þróun og það vissulega, en samt sem áður stöndum við ennþá frammi fyrir gríðarlega stórar áskoranir sem við painfully meðvituð að breyting í átt að sjálfbærni ekki að gerast nægilega og nægilega hratt og æskilegt og nauðsynlegt John Huckle og Arjen Wals, lykilfræðimenn í sjálfbærni menntun sem UNESCO fékk til að meta áratugið menntun til sjálfbærrar þróunar, kalla áratugið business as usual in the end. Þeir halda því fram að menntaátök sem áttu sér stað í tilefni áratugsins voru of idealísk, barnalega bjartsýn og náðu ekki að viðurkenna né gagnrýna nýfrjálshyggju sem valda og áhrifamikill þáttur í samfélögum okkar. Þeir mæla svo með að sjálfbærni menntun taki meira mið af borgaravitund í nærsamfélaginu og í heimssamfélaginu. En við komumst meira að því hér á eftir. En þeir ekki þá fyrstu til að athuga þetta vandamál menntunar. Eins langt aftur í tímann og 1974 skrifaði hagfræðingurinn E.F. Schumacher áhrifamikla bókina Small is Beautiful og var innblásturinn fyrir stofnun Schumacher College í Englandi umbreytandi sjálfbærni.
Hann segir, the volume of education has increased and continues to increase, yet so do pollution, exhaustion of resources, and the dangers of ecological catastrophe. Hann hefði getað skrifað þetta í gær. Og fleiri nútímafræðimenn bergmála þessa tilfinningu. How far is education, which for some decades has been identified as key to resolving environmental and sustainability issues, particularly at international level, part of the problem? En það ekki endilega mótsagnarkennt að umhverfis- og sjálfbærni menntun og umhverfis- og sjálfbærni vandamál vaksa samhliða. Reyndar virðist það vera viðeigandi þróun. En á móti megum við spyrja okkur, hversu mikill árangur höfum við náð? Erum við á réttri leið? Hvernig hafa skólar á grænni grein, stærsta sjálfbærni menntaverkefni í heiminum, þróast á sama tíma? Hvað hefur gerst síðan 1992 þegar verkefnið byrjaði í Evrópu og síðan 2002 á Íslandi? Verkefnið hefur stækkað verulega bæði í heiminum og á Íslandi. En það hefur líka stækkað í skilningi. Verkefnið byrjaði með áherslu á að flokka úrgang, spara vatn og rafmagn, en hefur útvíkkað til að fela í sér mannréttindi, jafnrétti, lýðræði, eiginlega réttindi allra jarðarbúa á gott líf og ákvarðana völd. En þessi þróun ekki einfalt og ekki sjálfsagt, og það algengt hjá grænfánaskólum í heiminum að finna fyrir vaxaverki yfir hindranir sem þeir mæta í leiðinni þegar þeir reyna að tileinka sér sjálfbærni í víðum skilningi og kennslufræði sjálfbærni menntunar. Í Danmörku hjá Danisk Pedagogisk Universitet var gerð rannsókn grænfánaskóla og áskoranir sem skólar fást við eftir nokkur ár í verkefninu. Rannsakendurnir reyndu að finna út úr því af hverju það virðist vera að skólar sem voru búnir að vera í verkefninu í góðan tíma voru að staðna og vissu ekki hvert þeir áttu að fara og fara áfram með verkefnið eða hvernig að nálgast sjálfbærni í skólastarfi í dag. Þeir greina fyrst frá þáttunum sem styrkja vinnu í verkefninu skóla á grænni grein. Það skýrt strúktúr, skrefin 7 veita skólum vinnubrögð og leiðbeiningu sem auðvelt að vinna eftir. Nemendamiðuð nálgun, verkefnið ekki fyrirfram ákveðið, heldur opið sérstaklega fyrir nemendur til að hafa áhrif og jafnvel leiða vinnuna. Nemendur hvattir til gagnrýnar hugsunar hvað gert í skólanum og í samfélaginu og af hverju. Og whole school approach, verkefnið á ekki heima bara í skólastofunni og ekki bara á ábyrgð kennara. Það hægt að dreifa ábyrgð og virkja fleiri í vinnunni. Verkefnið tekur mið af öllu sem skólinn gerir og byggir á þátttöku margra og tækifæri fyrir nemendur til að taka þátt í ákvarðanatöku í verkefninu. Það hljómar allt mjög vel. Stóra vandamálið fyrir skóla til að þróa áfram í verkefninu tími. Eftir skólinn búinn að fá grænfánan, hvað gerist? Hvernig hægt að halda áfram og þróa áfram þegar verkefnið aldrei búið? Hvernig tími líður innan skólans? Skólar byrja með jákvæðni, orku og spennu fyrir verkefnið. Að vinna til að fá fánan spennandi og það sérstaklega góður dagur þegar skólinn fær fánan. En eftir skólar fá fánan, detta áhugi og spenna niður og vinna til að fá næsta fánan verður óspennandi og jafnvel leiðinleg. The honeymoon is over. Viðtöl við kennara leiddu í ljós að þeim finnst erfitt að þurfa að gera alltaf eitthvað nýtt. Af hverju ekki nóg að halda áfram með það sama?
ef það var nógu gott til að fá fyrsta fánan. Við höfum ekki tíma og pening til að finna eitthvað nýtt. Við getum ekki einu sinni gróðursett fleiri tré. Við erum búin að gróðursetja öll trén sem við getum. Spenna milli krafa grænfanaverkefnisins og þess að það á að vera opið og sveigjanlegt eftir þörfum skólans. Verkefnið á ekki lengur við. Svo lítið mótsagnarkennt, skýra struktúrið og sveigjanleikin. En viðbrögð skóla á þessu stigi eru mismunandi. Sumir halda grænfana daga eða viku og einbeita á verkefnið bara þá. Sumir byggja grænfana þemum inn í kennslu, stundum í mörgum fögum en oftast í náttúrufræði og sumir reyna að dreifa ábyrgðina meðal margra kennara. En öll þessi viðbrögð enda oftast með því að verkefnið verður takmarkað og í rauninni gert bara af þeim sem hafa brennandi áhuga, sem sagt þið. Og það ekki tilgangurinn með verkefni. Áhættan sú að áhugasamt fólk brenni út og meiri hluti skólasamfélagsins hefur ekki eignarhlut í verkefni. Skýrslugerð verður stórt vandamál þar sem flest missa áhuga og það lendur á eina manneskju, grænfanagrýluna. En þá snúa rannsakendur að breytingum í samfélaginu fyrir utan skólan. Þeir segja að þróunin í umhverfismálum einkennist af því að leggja áherslu á úrgang í að leggja áherslu á neyslu. Og hugtakið sjálfbærni gefur skilaboðin að hagkerfið og vistkerfið þurfa ekki að vera á móti heldur geta veitt tækifæri fyrir gagnkvæm hagræðingu. Og umhverfissinnar eru ekki óvinir nútímavæðings, heldur hagsmunaaðilar eins og allir hinir. Þetta breyting frá umhverfishreyfingu í 50, 60, 70. En á sama tíma, Sameinuðu þjóðirnar og margar námskrár settu umhverfismál og umhverfisvitund sem stefna, viðmið og skylda allra. Loftslagsbreytingar og aðrar áskoranir eru raunveruleiki og gera umhverfismál að ágreiningsmálum þar sem hagsmunaaðilar eiga erfitt með að komast á sameiginlegri ákvörðun aðgerðir og auk þess eru vandamálin hnattræn. Þannig að þetta svolítið erfið ástand. Það þýðir fyrir grænfanaskóla að einföld umhverfismál og verkefni í nærsamfélaginu eru ekki í takt við þróun umhverfismála í heiminum sem krefjast aðgerðir, oft umdeildar á stóran skala. Umhverfismál eru orðin mjög pólitísk. Auk þess hefur heimurinn orðin ennþá meira kappgjart og meiri áherslu lögð á stöðluð próf. Og það þýðir fyrir skóla að þeir hafa ekki endilega stuðning frá ríkisstjórninni eða sveitar- og borgarstjórninni. Það ekki til stuðning fyrir endurmenntun og tími ekki gefinn til að prófa eitthvað nýtt og ekki mikil sveigjanleiki í námskrám. Bara nota bene, þetta Danmörku. Það aðeins öðruvísi hér en það margt samt sem á við. Og það stór hindrun fyrir the whole school approach. Það bara gefst ekki tími til þess. Afleiðingin sú að grænfanaverkefnið lendir ennþá meira á axlir áhugasamra kennara sem fá ekki borgað fyrir vinnuna. Rannsakendur spyrja, þýðir þetta að vinnuferlið grænfanaverkefnisins þurfi að breyta við hindranir og takmarkanir eru of stórar? Greining rannsakenda að vinnuferlið og kröfur verkefnisins styðja ekki endilega við the whole school approach og leggur ekki nógu mikla áherslu á tengingu verkefnisins í fögum eins og listir, tónmennt og tungumálakennslu. Grænfanaverkefnið verður að tryggja leiðir í vinnuferlinu til að tengja verkefnið við fleiri fög og efla stuðning frá öllum í skólasamfélaginu, ekki bara gera kröfur að það sé gert. En leiðir áfram, þeir leggja til að grænfanaverkefnið leggi minni áherslu á skýrslugerð. Hvernig hljómar það? Og verðlaun í skóla fyrir framfarir en ekki fyrir að uppfylla kröfur.
að tilgangur verkefnisins snúi að skólar prófa sig áfram og segja frá reynslunni og lærdómnum sem þeir upplifa og að verkefnið einbeiti að sjálfbærni í víðum skilningi sem á heima í miklu meira en náttúrufræði. Í stað umhverfis mennt sem lendir oftast í náttúrufræði. Sjálfbærni mál eru þá ekki hægt að leysa bara með því að breyta rekstur skólans, heldur þarf að menningarlegar og samfélagslegar hliðar í málunum. Umhverfismál verða að skilja í samhengi við samfélagslegar og hagfræðilegar aðstæður og öfugt. Það er jafnt mikilvægt að tengja áskoranir í samfélaginu og hagkerfinu sem hluti af umhverfi. Það hjálpar til að tengja grænþáttaverkefnið út fyrir náttúrufræði, en áhættan þá að málin eru mjög flókin og erfið. Það þarf breytingu í kennslufræði til að takast á við það, ásamt viðurkenningu tímaskort sem skólar eru að berjast gegn. Og þetta útgangspunkturinn minn. Það skiptir mestu máli hvernig við vinnum í skólum, en ekki hvað tekið fyrir hverju sinni. Skólar eiga að geta gert það sem þeir geta gert, en gera það á áhrifamestan hátt. Og ég búin að taka saman leiðir úr fræði og praxís sem lofa mestan árangur við flókin umhverfismál og sjálfbærnimál í skólum sem eru að fást við alls konar kröfur, pólitískan stuðning og þreyttu kennara. Ef við förum aftur í fræðimanninn Schumacher sem skrifaði það the volume of education has increased and so has pollution. Hann skrifaði svo að if still more education is to save us, it would have to be education of a different kind, an education that takes us into the depth of things. En hvers konar menntun tekur okkur í dýpt hluta. Geta til afgerða. Við getum verið þakklátt fyrir að aðalnámskráin byggir alla grunnþættina á getu til aðgerða sem kennslufræðileg nálgun og að grunnþættirnir 6 beina öll að sjálfbærni að einhverju leyti. En hvað þýðir þetta hugtak? Hvernig það öðruvísi en venjuleg kennsla? Getu til aðgerða hefur rætur sínar í lýðræðismenntun og gengur út frá því að nemendur eiga að vera meðvitaðir ákvarðanir sínar og fá að þjálfa í samræðu til að komast að sameiginlegum ákvörðunum í samfélaginu. Þeir eiga að geta greint frá sínum skoðunum og skilið önnur sjónarhorn. Út frá þessu eiga þeir að geta tekið upplýstar ákvarðanir í samræmi við sín eigin gildi en taka mið af öðrum. Jensen og Schnack færðu rök fyrir að nota getu til aðgerða í sjálfbærni menntun því þeim fannst það meira viðeigandi en fræðsla sem byggir á hegðunar breytingu, þar sem sjálfbærni mál eru loðin og fólk hefur mismunandi skoðanir og hagsmunir í þeim málum. En tilgangur getu til aðgerða sem kennslufræðileg nálgun að veita nemendum tækifæri til að ígrunda álitamál og samband þeirra við málin, efla öryggi og vald til að taka ákvarðanir í samræðu við aðra og vinna saman í aðgerðum að málinu. Þó svo að getu til aðgerða bara kennslufræðileg nálgun, kennslutilraunir hafa verið gerðar og hægt að skilgreina gróflega hvernig hægt að gera getu til aðgerða í námi. Og það svona ferli að nemendur og kennarar skoða saman nær umhverfið og finna mál sem varðar öllum. Nemendur ákveða hvað þeir þurfa að vita málið og hvernig væri hægt að finna upplýsingarnar. Kennarar leiðbeina og veita stuðning í að skilgreina málið. Nemendur og kennarar kanna svo saman málið bæði fyrir innan kennslustofuna og fyrir utan.
Þau afla upplýsingar með hjálp hagsmunaaðila og sérfræðingar í samfélaginu. Og út frá könnuninni nemendur ákveða hvaða aðgerðir eru viðeigandi í málinu og kennarar leiðbeina og veita stuðning. Nemendur gera svo aðgerðaráætlun og taka þátt í aðgerðum í samvinnu við aðila í samfélaginu. Það hægt að beita þetta vinnuferli við alls konar mál sem tengjast allt skólastarfið og kennarinn hefur það afar mikilvægt hlutverk að tryggja sanngirni og þátttöku allra nemenda í ferlinu. Að auki þessi nálgun sérstaklega góð til að ná til ólíkra hópa nemenda. Þar sem margar leiðir til að finna upplýsingar eru notaðar og viðurkenndar. Það styður við ábyrgð nemenda í sínu námi og valdeflandi fyrir nemendur til að takast á við raunveruleg mál í samfélaginu. Þverfagleg nálgun. Sjálfbærnimál eru í eðli sínu víð og byggja á samspil náttúru og manna. Það hægt að skilja sjálfbærnimál út frá mörgum sjónarhólum. Það eru í raun eins margar leiðir til að læra og skilja og við erum mörg. Auk þess ekki ein sönn rétt leið til að skilgreina, jafnvel leysa sjálfbærnimál og það endurspeglar fjölbreytni samfélagsins og okkar magnaða getu til að hugsa á mörgum háttum. Að nálgast sjálfbærnimálum út frá mörgum fögum góð leið til að vinna þverfaglega og að vinna í þemum tilvalin til að gera það. Samvinna kennara styður jafnframt við getu og hæfni kennara því maður lærir svo mikið í gegnum aðra. Það þetta collective teacher efficacy sem ég býst við að fólk að segja ykkur að gera oft. Ef við tökum loftslagsbreytingar sem dæmi, þá sjáum við að það eiginlega óhjákvæmilegt að vinna þverfaglega. Til að skilja fyrirbærið þarf að læra veðurfræði, náttúruhringrásir, jarðfræði, líffræði, efnafræði og eðlisfræði. Og til að skilja hlutverk manna í loftslagsbreytingum þarf að læra sögu, samfélagsfræði, heimspeki og siðferði. Og til að vinna við upplýsingar loftslagsbreytingar hægt að gera það í stærðfræði, listum, íþróttum og tungumálum. Fyrir utan kennslustofuna hægt að vinna við rekstur skólans, mötuneytið, ferðir til og frá skólanum og vettvangsferðir. Loftslagsbreytingar eiga í rauninni við allt skólastarfið og þar liggja mörg tækifæri til að virkja alla í einu þema. Þverfaglega nálgunin sýnir okkur að fræðigreinar eru leiðir til að skipta hugtök í hluta til að gera það auðveldara að læra þætti þess. Margt sem við lærum hluti af stærra kerfi og að vinna við kerfi getur verið upplýsandi leið til að setja hugtök aftur saman í samhengi og skilja þau á heildrænan hátt. Sjálfbærnimál eru svo nátengd að það kenning, Gaia-kenningin, sem heldur því fram að jörðin ein vera og allt á jörðinni hefur áhrif á allt. Til að vinna við kerfi í skóla hægt að vinna við að greina tiltekið mál í sundur, niður í þáttum sem eru hluti af eða hafa áhrif á málið. Til dæmis hægt að vinna við vatn og skilgreina náttúrulega þætti í hringrás vatns og áhrif manna á hringrásina. Það eru tækifæri til að tengja það við eins og áðan með loftslagsbreytingar, mörg fög og þætti í skólastarfi. Þá hægt að fara áfram og vinna við að lýsa sambönd milli þátta og finna hvar við getum haft áhrif á kerfið. Skapandi og gagnrýnin hugsun. Einstein hafa sagt að við getum ekki leyst vandamál við sama hugsunina sem olli það. Og klísjéið segir að við verðum að hugsa út fyrir ramman. Það kannski okkar stærsta verkefni að hugsa öðruvísi en við hugsum. Það skilgreining á breytingu hugsunarhátta. En það eru skilaboðin bak við sjálfbærni,
að við verðum að breyta hvernig við hugsum og lifum og hætta að hugsa og lifa á ósjálfbæran hátt. Easier said than done. En það hægt að þjálfa skapandi og gagnrýnin hugsun með því að notast við margar leiðir til að skilja og læra. En við þurfum að fá örvun til þess. Það getur verið eins einfalt og að breyta aðstæðum, að spyrja skrýtnar eða barnalegar spurningar eða að hlusta á aðra, útskýra hvernig þau sjá og skilja hluti. Og fleiri verkefni aðeins flóknara getur verið að takmarka eitthvað og til að gera það sýnilegt hvað við erum vön að nota eða gera og finna aðra lausnir eða möguleika, til dæmis að banna ritföng eða slökkva á rafmagnið. Að vinna við framtíðina getur verið einstaklega skemmtilegt. Einu sinni í heimsókn í skóla sagði ég að enginn veit hvernig framtíðin verður og einn snjall nemandi svaraði: Jú, á morgun skóli og það ekki íþróttir á morgun. Ég gat lítið sagt við það en ég hugsaði með mér hvað við erum fljót að venjast lífi eins og það og við gerum litlar kröfur að breyta því. En jú, ég bendi á að það erfiðara að segja hvernig líf verður eftir 5 ár, eða 10 ár, eða jafnvel 50 ár. Að vinna markvisst við framtíðina í skóla stór tækifæri til að kveikja á ímyndunarafl og skapandi hugsun nemenda. Til dæmis hægt að láta þau dreyma besta mögulega framtíð, Nammiland, og vinna við það á listrænan hátt. Nemendum finnst skrítið að fá fyrirmæli að vera ekki raunhæf og að allir möguleikar geta orðið að veruleika. Það sérstaklega örvandi að reyna að finna leiðir þá til að nálgast drauma framtíðinni frá nútímanum og vinna að því. Fyrirlesturinn minn heitir Umbreytandi nám. En það aðaltilgangur skóla á grænni grein að bjóða upp á skólaumhverfi þar sem nemendur geta haft áhrif á, skapað, breytt og umbreytt skólum sínum, umhverfi, samfélagi. Raunin sú að jörðin einkennist af ósjálfbærni fremur en sjálfbærni og það krefst þess að við umbreytum hvernig við lifum á jörðinni. Umbreytandi nám gengur út frá því að við verðum að læra dýpra. Það alltaf meira og meira upplýsingar, meira og meira menntun. En hvað gerum við með það? Hvernig vinnum við úr því? Hvað það sem virkilega hefur áhrif á líf okkar sem einstaklingar og samfélög? Fræði þróun sjálfsmynds segir að það sé hægt að þrepaskipta hugsanir okkar og því neðri sem við förum í þríhyrninguna, því meira áhrif hafa hugsanir á það sem kemur ofan á. Rót hugsana okkar liggja djúpt niður í hugmyndir okkar heiminn og alheiminn og til að breyta því sem við höldum þarf að vinna á þessum djúpum levelum. Menntun gerir það sjaldan. Mest þróun í menntakerfinu hefur þann tilgang að vera hagkvæmara og skilvirkara til að nemendur komi betur út í stöðluðum prófum. Það að gera hlutina betur. Þegar það kemur stór breyting í menntakerfinu hefur það þann tilgang að gera betri hluta. Það getur verið jákvætt og neikvætt og getur haft veruleg áhrif. En það sem við sjáum mjög sjaldan eða aldrei breytingar á hugmyndafræði menntunar, þar sem tilgangurinn að sjá hlutina öðruvísi og felur í sér umbreyting á menntakerfi og endurskoðun á tilgang og tilveru menntunar.
Það hægt að túlka þessa þrep, ég skal fara aftur, já. Að túlka þessa þrep líka sem breytingar á einstaklingum. Þegar einhver segir okkur að sykur sé óhollt, þá kannski gerum við hlutina betur og forðumst að borða sykur. Þegar við ígrundum mataræði og setjum spurningamerki við það sem við borðum almennt, þá kannski gerum við betri hluta og borðum meira grænmeti og minna unnin mat. En þegar við erum fengin til að ígrunda tilgang matur, þá sjáum við hlutina öðruvísi og við breytum hugmyndum okkar heilsu og hvað það þýðir að búa í líkama. Við getum umbreytt hugsunarháttum og lífstíl. Þetta dæmi fyrir meistaramánuðinn. En ef við tökum úrgang, sem langvinsælast þema hjá skólum á grænni grein, þá það að flokka í stað að henda, það að gera hlutina betur. En það að nýta sem mest og hugsa úrgang sem auðlind, þá erum við að gera betri hluta. En að ígrunda neysluhyggju, hagkerfið sem byggir á því og eyðingu vistkerfa til þess, þá sjáum við hlutina öðruvísi og við skiljum af hverju það svo gríðarlega mikilvægt mál. Ég hef trú á að við getum umbreytt hugsunarháttum okkar sem einstaklingar og samfélög. Og ég hef þessa trú út af því að ég hef farið í marga grænfána skóla og séð það í gangi. Þegar skólar vinna við gildi og viðhorf nemenda og veita þeim tækifæri til að endurskoða og skilgreina þau á ný, þá erum við að skapa sjálfbær framtíð. Takk ykkur fyrir starfið ykkar og ég vona að fyrirlesturinn minn vakti ykkur til umhugsunar.